Nú ætlum við að kíkja aðeins á rúmmál og yfirborðsflatarmál strendinga. Strendingur er í raun og veru bara svona þrívíður kassi og við byrjum yfirleitt á því að skoða það sem kallað er ferstrendingur, sem er svona bara hefðbundinn kassi, og það eru gefnar yfirleitt hliðarlengdirnar. Ég gef okkur hér að þetta séu 2, 3 og 4 sentimetrar, það stendur oft svona í sviga eitthvað stöð til hliðar. Þegar ég reikna rúmmál ferstrendings þá geri ég lengd sinnum breidd sinnum hæð. Rúmmálið er þess vegna 2 sinnum 3 sinnum 4 sem gefur mér 24 cm í þriðja. Það er tiltölulega auðvelt. Yfirborðsflatarmálið er aðeins snúnara því að þá þarf ég að skoða að ég er með 3 tegundir af kössum hérna. Eða hérna er kassi sem lítur svona út. Hann er 2 og 3 er það ekki. Hér er annar kassi sem að lítur svona út og hliðarlengdirnar á honum eru 3 og 4 og svo er þriðji kassinn eða ferhyrningurinn réttara sagt, hann er 2 og 4. En við verðum að athuga að kassinn sem er hérna framan á, hann er líka hérna aftan á, er það ekki? Við getum teiknað í sjálfu sér svona punktalínu hérna til þess að sýna þrívíddin í þessu, að þessi hlið sem er hérna framan á, hún er líka hérna aftan á, þannig að þessi hlið er 2 og þessi hlið er 2 og þessi hlið er 2 af því það hún er hérna niðri og þessi hérna er hérna aftan á. Þannig að þegar ég reikna yfirborðsflatarmálið þá er ég að reikna flatarmálið á öllum þessum hliðum. Þannig að ég geri þessi hérna hlið sem er 2 sinnum 4 sinnum 2 af því hún er 2, hún er upp og niðri. Þessi er 3 sinnum 4 sinnum 2, alltaf sinnum 2 af því það eru 2. 2 sinnum 3 sinnum 2. Svo reikna ég bara út úr þessu öllu saman. Hérna fæ ég 16, hérna fæ ég 24 og hérna fæ ég 12, legg þetta allt saman, þetta eru 40, 50 og 2 cm í öðru, því ég er alltaf að leggja saman 2 hliðar en ekki 3 eins og í upphafi. Stundum þá vitum við í raun, ég ætla að teikna aðra svona mynd. Þá er flatarmál grunnflatarins gefið. Og hæðin er svo gefin. Hvernig reiknum við flatarmálið á þessu? Jú, hér er búið að segja grunnlína sinnum, lengd sinnum breidd. Við höfum bara eftir að segja sinnum hæðin. Þannig að flatarmálið hér er rúmmálið er lengd sinnum breidd sinnum hæð. Þetta hérna tvennt er 20 og hæðin er 10, þannig að rúmmálið er 200 cm í þriðja. Ef ég þyrfti að reikna hérna yfirborðsflatarmáli hér, þá þyrfti ég að vita meira. Ég þyrfti að vita til dæmis í allar hliðarlengdirnar og þá myndi ég gera það bara eins og ég gerði áðan. Ef ég hins vegar veit yfirborðsflatarmálið eða rúmmálið, skulum kannski halda okkur við rúmmál í þetta skiptið. Ef ég veit að rúmmálið er 100
Skulum bara gefa okkur rúm millimetri þetta skiptið. Og ég veit að þessi hérna hlið er 10 fermillimetrar. Þá veit ég að það er búið að segja þessi hlið hérna sinnum hæðin, og það er kannski spurt hver hæðin er, að þá deili ég, af því að það er búið að segja, ef ég væri að reikna þetta sem algebru þá myndi ég segja x sinnum 10 er jafnt og 100. Það er búið að segja sem sagt þessi hlið hérna sinnum þetta hérna, það gefur mér þetta hér, þannig að þessi hlið sem ég kalla x sinnum þetta hér sem er hérna, það gefur mér þetta. Síðan flyt ég x-ið, þið munið, yfir, þetta styttist út, x er jafnt og 10, það eru 10 millimetrar. Þegar ég veit rúmmálið og flatarmál grunnflatarins sem gefur mér vantar hæðina, þá bara deili ég. Tiltölulega einfalt. Ef einhvers konar annars konar strendinga er að ræða, til dæmis ef að þetta er þríhyrndur strendingur, þá gerum við nákvæmlega eins. Við þurfum að velta fyrir okkur, eru einhverjar hliðar eins og þá hve margar, telja hliðarnar, reikna flatarmál hvers, þurfum að reikna yfirborðsflatarmálið hvers flatar fyrir sig og leggja þetta saman. Hér til dæmis, af því þetta er ekki reglulegur þríhyrningur, þessi hérna, þessi hérna hlið er tvisvar því það er önnur hérna undir, en allar hinar hliðarnar eru stakar. Við þurfum að reikna þessa hlið sérstaklega, þessa sérstaklega og hliðina sem er hérna bakvið sem við sjáum ekki og leggja þetta síðan allt saman. Þegar kemur að rúmmáli, þá þurfum við alltaf að reikna í raun og veru flatarmál grunnflatari sem er í þessu tilfelli þríhyrningur. Þá þurfum við að vita hæðina. Hún er yfirleitt gefin í svona dæmum. Það er sem sagt flatarmál þríhyrnings þetta þýðir flatarmál, F þýðir flatarmál og þetta þríhyrningsmerki þýðir þetta er flatarmál þríhyrnings. Það er grunnlína sinnum hæð deilt með 2 og til þess að finna rúmmálið þá geri ég flatarmál grunnflatarins sinnum hæðin. Þannig reiknum við þetta út og það er í raun og veru bara mismunandi eftir hvaða grunnflöt við erum með, hvernig við reiknum það út. En það er í raun og veru óendanlega margir möguleikar, þannig að ég ætla ekkert að fara lengra át í það núna og ég ætla að segja þessu bara lokið.